play. Svona. Komið í sæl. Takk fyrir komuna. Gott að sjá ykkur. Ég heiti Arnar Sigurðsson og þessi viðburður eru á vegum Austan Mána. Ég ætla að kynna hugmyndir hagfræðingsins Maríönnu Mazzucato. Þegar við settum upphaflega boðið á þennan fund, þá var hún í svo miklu aðalhlutverki að ég hafði ágjörð að fólk héldi að hún væri að halda fyrirlestur. Þannig að ef ykkur er komin að sjá hana, þá verði ég að hryggja ykkur af því, það er bara ég. En ég skal gera mitt besta til þess að tala aðeins það sem hún er búin að vera að segja og reyna að setja það í samhengi við Ísland og þetta frumkvöðlarumhverfi okkar. Ég hafði smá áhyggjur af því að þegar þessi nýsköpunarvika, þetta er svo mikið svona partí, það er svona létt stemming, að ég var að draga hérna inn einhverjar umræður hagfræði, eitthvað svona pólitískt eins og kapítalisma. Mér leið svolítið eins og við varum svona nördarnir í partí bókina, eða skrifaði bókina Entrepreneurial State. Nú hefur hún skrifað 3 bækur og vonandi getum við aðeins svona dreift á eitthvað af því. En svona til að byrja með, langar mig að byrja í að þegar ég ætla að spyrja spurninga, til hvers erum við að þessu, hvað er þessi nýsköpun, af hverju erum við að stunda þetta. Þá ætlum við að byrja á stefnu Íslands í nýsköpun, eða nýsköpunarstefnu Íslands, sem ég finnst mjög merkileg. Ég staldra oft við þetta. Og eins og þið sjáið, fyrsta sem að nýsköpun er grundvöllur fyrir er efnahagsleg velgengni. Og þetta er einmitt svolítið svona kjarnaatriði í því sem að Maríönna Mazzucato er að tala Hvað er efnahagsleg velgengni? Það er kannski eitthvað sem okkur þótti sjálfsagt einhvern tímann að tala Það er verg þjóðarframleiðsla, það er meiri peningar, hærri efnahagsreikningar af öllum sviðum. En fyrir henni er þetta alls ekki svo einfalt. Þjóðarframleiðsla segir okkur mögulega eitthvað hvað efnahagskerfið er að vaxa, en það segir okkur ekki endilega hvort það sé að gera eitthvað gott. Ef við gerum mengandi verksmiðju sem græðir fullt af peningum, þá sjáum við það í vaxandi vergri þjóðarframleiðslu. Ef við búum til fjármálabólur sem að springa með hræðilegum afleiðingum til 2 ár, þá sjáum við það líka þar. Og þetta er það sem að hún fjallar í bókinni Verðmæti allra hluta, meðal annars. Hún vill fara að spyrja spurninga aftur verðmætasköpun og svona hafnar þeirri stemmingu sem hefur verið í hagfræði kannski undanfarin 30, 40, 50 ár, að það sem að er borgað fyrir, það sé verðmætt og það sem sé ekki borgað fyrir sé ekki verðmætt þar með. Þetta er svona forsendur sem við gefum okkur í umræðunni, en hún setur mikið spurningamerki við. Og fer svona aftur til manna eins og Adam Smith, sem að litur svo á að sumt af því sem efnahagurinn gerir það er að taka verðmæti og annað er að búa til verðmæti. Okay. Þannig að lykilsetning hjá Maríönnu Mazzucato er að efnahagslífið hefur ekki bara magn, heldur líka átt. Og við þurfum að tala ekki bara hversu mikið er efnahagslífið að vaxa, heldur í hvað átt er það að vaxa. Það er það sem skiptir máli. Og það sjáum við ekki á vergri landsframleiðslu. Þá ætla ég að kynna til sögunar, ég ætla að stíga frá hagfræðingunum og fara aftur í svona startup tækniheiminn. Ekki þessi kall, heldur þessi kall. Er svona þekktur, svona alræmdur fjárfestir í Kísildal, Peter Thiel. Og hann er hugmyndafræðilega næstu alveg öfugt við Maríönnu Mazzucato, mjög til hægri, mikill vinur Trump allavega þegar það hentar honum og svona, en mjög áhugaverður gaur að hlusta á, af því hann er svona heiðarlegur. Hann er fjárfesti í mikið af stærstu tæknifyrirtækjum heimsins og það sem er svo skrítið er að hann er að mörguleyti sér hlutina eins og Maríönnu Mazzucato, nema hann notar þá sín til þess að fjárfesta í fyrirtækjum, en hún vill svona bæta samfélagið. Þannig að ég ætla svona, þetta er glæra frá Peter Thiel, sem hann hélt á Stanford háskóla
mjög merkilegur fyrirlestur sem heitir Samkeppni fyrir tapara, Competition is for losers. Hvet ykkur til að kíkja á það. Það sem hann segir, ekki blekki ykkur. Þegar að fyrirtæki fer af stað, þá eru tvær breytur. Hvað mikið af verðmætum fyrirtæki býr til? Merki. Já, þeir bjuggu til fullt af peningum, en í hvaða átt voru þessi peningar, þessi haglega iðja sem þau voru að gera að fara. Ok? Seinni parturinn af því sem að Mazzucato ræður er hvernig umræðan hefur verið þátt hins opinbera og einkaframtaksins. Og hverju einasta ári þá kemur fréttatilkynning frá viðskiptaráði þar sem þeir eru búin að reikna út stuðningsstuðul atvinnulífsins. Og þetta talar algjörlega inn í eitt af því sem að Mazzucato hefur að mótmæla. Sem það, viðskiptaráð segir, það einkageirinn sem stendur undir opinberri þjónustu. Og við erum svo fá í einkageiranum sem að standa undir öllum. Það eru börnin og ellilífeyrisþegar og öryrkjar og atvinnulausir. Við erum að standa undir öllum og opinberum starfsmönnum. Þannig að þegar að hjúkrunarfræðingar sem eru opinberir starfsmenn, þegar að þeir sjá til þess að farsóttir láti ekki samfélagið hrynja og atvinnulífið geti haldið áfram, að þá það samt atvinnulífið sem stendur undir opinberri þjónustu en ekki öfugt. Og Mazzucato er að láta okkur skilja það að hið opinbera, það ekki þessi hugmynd sem við notum á Íslandi með samneysluna, að einkageirinn búi til verðmætin og opinbera noti verðmætin og neyti hans, heldur hið opinbera partur af samsköpuninni. Og þið hafið kannski heyrt þessa bók sem var skaut henni á frægðar himinin, þessi entrepreneurial state, þar sem hún er að tala þetta að ríkið hefur verið svo oft frumkvöðl. Og svona öfugt, algjörlega öfugt við Buttigieg, að þá sagði þessi kall, þetta að hræðilegasta sem maður getur heyrt, ég frá stjórnvöldum, ég komin til að hjálpa. Þannig að, en ég samt ég held að við sem erum frumkvöðlar, alveg sama hvaða skoðanir við höfum á pólitík eða þessum manni annars, að þá ég held við höfum soft spot fyrir þessu. Við viljum ekki reyndis að hjálpa okkur, sem að koma ofan að segja okkur hvernig við erum að gera hlutina. Þannig að þetta hefur svolítið verið viðtekin hugmynd í nýsköpunarbransanum, að það sé best að þau opinbera sé sem allra minnst með puttan í hlutunum, því annars gætu þau bara skemmst. Og við höfum þessa hugmynd, eins og þessi frábæra stytta eftir Magnús Tómasson, að leið og einhver sé orðinn opinber starfsmaður þá verður hann svona kassalaga og sé ekki að hugsa út fyrir boxið og sé ekki að gera einhvern veginn skapandi frumlega hluti, verður svolítið svona grár. Og kannski hefur þessi hugmynd að einhverju leyti uppfyllt sjálfa sig, ég veit það ekki. Kannski hafa opinberir starfsmenn farið að trúa þessu sjálfir. Algjörlega öfugt við menn eins og spaðana úr einkageiranum, Steve Jobs, sem að fær hugmyndir, tekur áhættu, framkvæmir það, gerir hluti. Býr til eitthvað eins og iPhone. Hafið séð þessa glæru? Þetta varð að hálfgerðu mými á netinu og varð mjög frægt. Þarna er Mazzucato búinn að taka þennan frábæra síma sem að Steve Jobs bjó til og greina hvað það sem að gerði snjallsímann betri en heimskasímann. Hvaða tækni var það sem að gerði það verkum að snjallsíminn var það sem það var? Og hún fór að skoða, það er batterið sem er betra í honum. Það er auðvitað hægt að nota veraldarvefinn, HTML, internetið að sjálfsögðu, algjört lykilatriði. Það er touchscreen og svo framvegis, GPS og svo framvegis. Og hún segir, hvert eitt og einasta þessum tæknum var annarkvæmt búin til eða fjármögnuð og opinberum aðilum. Þannig að án þess að
bandaríska ríkið hefði farið í fjárfestingar þegar Bandaríkjamenn voru svo stressaðir að þeir voru að tapa fyrir Sovétmönnum í tæknikapphlaupinu, þá fjárfestuðu þeir í hlutum sem síðan neyddi til þeirra tæknibyltingar sem við höfum í dag. Okay? Og þetta ekki tilviljun. Þetta vegna þess að þó að við séum með áhættu fjármagn eða framtaksfjármagn og einkafjárfesta, þá séu þeir einkaframtakið alls ekki eins áræðið og ríkið þegar kemur að fjárfestingum í nýsköpun. Einkafjárfestar horfa yfirleitt á það að vera komið með svona töluvert validation innan 3 til 5 ára eftir að þeir fjárfesta. Og grundvallar nýsköpun, ekki bara búa til nýja síma, heldur að búa til internetið, að búa til GPS, að búa til þessa grunnbreytingu, það þarfnast 10, 15, 20 ára. Og þess vegna ríkið ekki partur af samneyslunni, heldur samsköpuninni. Og til þess að staðsetja ykkur hérna á Íslandi, þekkið þið Kerecis. Þetta eitt af bara mest spennandi nýsköpunarfyrirtækjum í Íslandi, rosalega hratt vaxandi. Þeir nota þorskroð til þess að græða sár. Algjörlega byltingakennt. Vissuð þið að Kerecis var fjármagnað af barnarska varnarmálaráðuneytinu? Ok. Auðvitað bandarska varnarmálaráðuneytið að pæla í því hvernig getum við grætt sár hermanna í þessu tilfelli brunasár. En það sem skiptir máli hérna að þeir að fjármagna nýsköpun burtséð frá því hvort það sé að græða því eftir 5 ár sem að síðan verður arðbær og síðan verður byltingakennd. Og þetta svo mikilvægt hlutverk ríkisins. Og það sem áhugavert það að ég fór og kíkti inn í þetta Military Burn Research Program og á síðu 2 þá þetta lykilorð, þessi leiðangur, þessi mission. Þannig að það sem svo mikilvægt við það hvernig Bandaríkjamenn fjármagna nýsköpunar umhverfið sitt að þeir gera það á þennan leiðangur miðaða hátt. Svo við förum aftur í titilinn. Þeir ekki bara að fjármagna einhverja nýsköpun, auðvitað þurfa að vera grunnrannsóknir. Þeir að fjármagna nýsköpun til þess að ná einhverju ákveðnu markmiði. Þannig gera Bandaríkjamenn það. Og þannig vill Mariana Mazzucato að Evrópa geri líka. En, nota bene, hún vill að Evrópa geri eins og Bandaríkjamenn gera, ekki eins og Bandaríkjamenn segja. Því að Bandaríkjamenn ekkert sérstaklega mikið að tala það, hversu mikið stór hluti af nýsköpun hafi raunverulega komið frá þessum ríkisfjárfestingum. Þannig að þegar mér finnst þetta alltaf svona pínu vandræðilegt, þetta var norskur bankamaður sem talaði Ísland sem Silicon-dal fiskveiðana. Þetta orðið svona klísja, þú veist, Kísildalur þessa, Kísildalur hérna. En þegar fólk eldast við að búa til Kísildali, þá gleymir það því eða horfir ekki í það hvað þurfti að gera til þess að búa til þennan Kísildal á 30 árum með fjárfestingum í grunn nýsköpun, leiðangursmiðri nýsköpun. Einhverjar spurningar að þessum tímapunkti? Ég svona hálfnaður. Ok. Mazzucato orðin þreytt á því hvað stjórnvöld ekki nægilega áræðin. Hún vill að stjórnvöld taki sér þessi geri eins og Bandaríkin þau voru hrædd við að tapa vígbúnaðarkapphlaupinu, en ekki endilega að byggja upp heri, heldur vill hún að stjórnvöld í Evrópu og víðar fari að beita ríkinu og beita sköpunarmætti hins opinbera til þess að ná fram einhverjum raunverulegum árangri í einhverju sem að skiptir okkur sem fólk máli. Og hún í þessari síðustu bók sem að titillinn af þessu erindi okkar vísar í, þar segir hún: við verðum að láta efnahagslífið snúast markmið, ekki að markmiðið sé efnahagslífið. Og þetta vandamál, ef þið viljið, þá erum við fullt af tölum til að styðja þetta.
fjármagn að fjármagna fjármagn. Stærstur hluti af öllu fjármagni frá bönkum fer í einhvers konar fjármálabafning, ekki í nýsköpun eða framleiðslu. Fyrirtæki eru allt of mikið að einblína á næsta árfjórðungs uppgjör. Risastór partur af því sem eftir verður af framleiðslu fyrirtækja fer í að kaupa eigin hlutabréf eða í hagnað. Og í OECD-löndunum þá er hlutfallslega milli launa og hagnaðar hefur aldrei verið óhagstæðara fyrir laun. Þannig að við erum einhvern veginn komin á stað þar sem að við erum með efnahagslíf sem að þjónar engu nema sjálfum sér. Allavega fjármálastarfsemi. Og fjármálakerfi þarna eru takarar, ekki skaparar. Eitthvað verðum við að gera. Jörðin er að hitna, við erum í djúpum skít varðandi það og við erum ekki að gera nóg. Og stjórnvöldin er að fikta, þau eru ekki að leiða. Stjórnvöldin eru frumkvöðlar og opinberir starfsmenn þurfa að hætta að upplifa sig eins og nafnlausi embættismaðurinn og fara að átta sig á því að þeir eru líka Steve Jobs. Og þá kemur að næsta parti af nýsköpunarstefnunni. Að þessi stefna Ísland segir að nýsköpun sé ekki aðeins grundvöllur efnahagslega velgengni, heldur að úrlausnum á stærstu viðfangsefnum komandi áratuga. Þannig að þetta er gott. Við viljum leysa einhver úrlausnarefni næstu áratuga. En hvernig gerum við það? Hvernig nálgumst við þetta? Hvernig vinnum við meira eins og Bandaríkjaher? Það er skelfilegt að segja þetta, því ég vil ekki vera sem eins og Bandaríkjaher. Þýðir ekki að við séum að fara ekki innrásin í Afganistan. Það hjálpaði ekki neinum. En því miður það er það þannig að þegar stjórnvöld standa fram með fyrir einhvers konar svona existential hættu, að þá fara þau að reyna að gera eitthvað. Eins og þegar það er stríð. Eða þegar þau vilja koma til tungsins. En hvernig förum við nálgast við þetta? Og þar kemur inn í þessi kenning leiðangursmiðaða nýsköpun. Og Mazzucato er orðin svona mikil stjarna, er að gefa ráð í Evrópusambandinu, er að fara í alls konar borga, ríkisstjórna og er svona að hvísla til stjórnvalda hvernig þau eigi að gera til þess að stefna efnahagslífinu í réttar áttir. Við búum til markaðinn, en markaðurinn býr ekki til okkur. Hún sagði þetta ekki svona, ég er að einfalda þetta. Aðferðin er að við erum með áskoranir og við búum til leiðangra úr þessum áskorunum. Og lykilatriði í leiðangrum er að það sé tímasettir leiðangrar, eins og til dæmis þegar að Kennedy vildi komast til tunglsins. Og innan við áratugi ætlum við að senda mann til tunglsins og aftur tilbaka. Þetta er lykilatriði. Við verðum að vita hvort við náðum leiðangreinum og hvenær við ætlum að ná honum. Til þess að þetta sé ekki bara fagurgali. Hversu oft höfum við ekki talað eitthvað svona sjálfbærni, ekkert á móti sjálfbærni, en segja eitthvað svona falleg orðum við ætlum að gera eitthvað. Nei, við verðum að brjóta áskoranirnar niður í viðfangsefni sem við getum sagt. Tókst okkur þetta eða ekki, og ef ekki, af hverju í fjandanum. Ok? Og svo að fólk haldi ekki að þetta snúist það að stjórnmálamenn eiga að finna lausnir á öllu, þá gerir það alls ekki. Stjórnmál eiga sem lýðræðislegur svona fulltrúi okkar samfélags að ákveða hvert ætlum við að fara. Sem samfélag hvaða vandamál ætlum við að leysa. En síðan, þegar við erum búin að skilgreina hvernig það á að leysa það, eða hvað felst í lausninni, þá erum við að fá sem allra flesta þætti samfélagsins, mismunandi þekkingageira, mismunandi rannsóknir, mismunandi tækni, ljóðskáld, vísindamann, leikskólakennara, allir verða að taka þátt í því að finna þetta. Og við verðum að búa til fullt af verkefnum og megnið af þeim munum mistakast. Við verðum að vinna á tilraunakenndan hátt, þora að taka áhættur og þora að láta ekki hlutina ganga upp. Og þetta, dömur mínir og herrar, í minni reynslu af því að vinna með opinberum aðilum, sem oft er mjög gefandi og mjög skemmtilegt og mikið af fólki sem að leggur allt sitt í það sem er að gera, en það að gera mistök er ekki partur af orðaforða opinberrar stjórnsýslu, því miður. Það er þessi pressa sem að pólitíkin er að með á stjórnsýslunni að við getum ekki bara sagt, heyrðu, prófum þetta. Það er svo óþolandi. En
Stjórnsýslan verður að vera þannig, prófum þetta. Okay? Þannig að við erum að prófa, við erum að fá alla að borðinu, mismunandi aðila, til að tala saman og við erum að prófa mismunandi hluti og við erum að láta megna þeim mistakast og það sem að virkar, það fer áfram. Þannig er Bandaríkjaher að leysa vandamálið með brunasár hjá hermönnum. Og það sem að gerist þarna er að við leysum ekki aðeins þessa áskorun, hvort sem það er ekkert plast í sjónum, heldur þarna verða alls konar spillover. Hversu oft höfum við ekki heyrt og þetta sem ég er að nota, það var fundið upp út af tunglferðunum. Eða þetta var fundið upp út af Bandaríkjaher. Þegar Bandaríkjamenn settu fjárfestingar í að búa til internetið, þá datt þeim ekki í hug að Tinder myndi verða til. Eða kannski, ég veit það ekki. Það er áhugavert. Það var ekki þannig að það var einhver stjórnmálamaður hugsaði, já, einhvern tímann 2020 þá verður rosa góður iðnaður í alls konar svona og fólk græðir fullt af peningum á að búa til upp og svona. Þess vegna skulum við fjárfesta í internetinu. Alls ekki. Þau voru ekki að hugsa þannig. Það er ekki þannig að stjórnmálamenn séu snillingar. En bara með því að setja ykkur markmið og reyna að ná þeim, að þannig getur nýsköpun búið til nýja þekkingu. Okay? Svona til þess að loka mínu innleggi, svo verður gaman að heyra frá ykkur, þá langar mér bara svona aðeins að fara með okkur aftur til Íslands. Núna er nýsköpunarvikan og það kemur kannski óvart, en við erum búin að vera að tala um nýsköpun mjög lengi á Íslandi. Ef maður setur nýsköpun inn í tímarit.is, þá sér maður hversu oft orðið kemur upp eftir áratugum. Og þið sjáið að einhvern tímann, kringum 1940, þá fara Íslendingar að tala rosa mikið um nýsköpun. Fyrir það ekkert svo mikið. Hvað segirðu? Það voru nýsköpun og togararnir og nýsköpunarstjórnin. Á þessum árum þá hafði Ísland grætt alveg óheyrilega mikið á stríðinu og íslensku bankarnir áttu rosa mikið af erlendu gjaldeyri. En stjórnvöld stóðu frammi fyrir því að þetta flotta afurðaverð sem að skýrðist á stríðinu, það átti að lækka og hinar þjóðirnar áttu eftir að fara líka að veiða. Þannig að það blasti við algjört efnahagslegt hrun. Og þá ákváðu stjórnvöld, Sjálfstæðisflokkurinn og Sósíalistaflokkurinn saman, með Alþýðuflokki líka, sem að þótti mjög sérstakt og er sérstakt, þeir ákváðu að fara út og kaupa togara, stærstu togara og fullkomnustu togara sem hafði verið sérst á Íslandi og tróðu þeim upp á útgerðarmenn, basically. Útgerðarmenn voru svona smá efins, en þeir hugsaðu, ok, nú erum við að gera eitthvað núna og við ætlum að fara út í þessa átt, við ætlum að vera með fullkomnustu atvinnutækin og þeir notuðu stríðsgróðan til að kaupa togara, þeir gáfu útgerðarmönnum ódýr lán og rauninni nokkur ára undan þá svona ýttuður útgerðarmönnum út í það að fjárfesta í svona að verða próduktífur með skattakvötum. Þetta er auðvitað bara einn kafli í sögu íslensks sjávarútvegs, en þetta sýnir okkur samt að ríkið ákveður hvaða leið við förum eða hvort við förum annað borð einhverja leið. Sumir stjórnmálamenn vildu alls ekki að ríkið væri að fjárfesta í einhverjum atvinnutækjum. Þeir vildu miklu frekar taka þessa peninga og ávaxta þá í útlöndum. Ég vil rétt ímynda ykkur hvað Mazzucato hefði sagt um það. En þetta segir okkur allavega þetta, að við höfum eitthvað að velja. Og ég bjó á Vestfjörðum í 3 ár og ég held að það sé líka annað vandamál sem við erum með á Íslandi, sem er að ríkið, það þorir ekki annað en að setja alltaf bara smá plástra á hlutina. Þú veist, það er rosa erfitt að reka verslun út á landi ef það er lítið samfélag. Hvað gerum við? Við setjum 700.000 í Bíldudal, 500.000 hérna og setjum svona einhverja milljónir til svona aðeins að gera eitthvað í þessu. En ríkið þorir aldrei að reyna einhvern veginn að laga ástandið eða fara einhvern í átt. Og þá spyr ég mig, þið sjáu hérna að það verið að reyna að halda upp í litlum verslunum í strjálbýli. Kannski er þetta mitt áhugamál, en hvað ef að ríkið myndi fjárfesta duglega í rannsóknum og nýsköpun til þess að leysa vandamálum með verslanirnar? Hvað með sjálfsafgreiðsluna? Hvað með pöntunarþjónustu? Hvað með dróna? Hvað með þrívíddarprentara til þess að búa til mat heima hjá sér? Ég veit það ekki. Leyfa sér að dreyma. Það myndi klárlega vera dýrara en 15 milljónir hér og þar. Þannig að ábatagreiningin myndi segja okkur, nei, setjum bara smá pening í að halda við ykkur í verslun. En út úr því myndi kannski koma nýr iðnaður.
helmingurinn af mannkyninu býr í einhvers konar dreifðri byggð. Kannski myndi rísa eitthvað iðnaður, einhvers konar byggðatekni sem Ísland yrði bara fremst í heimi í. Á 7 árum þá óx stærð 3 stærstu bankana fyrir hrun 20-falt. Og það mjög auðvelt núna að tala illa bankahrunið og bankakerfið, en þessum tíma þá var fólk að tala alla þessa verðmætasköpun sem var að eiga sér stað. Og þetta akkurat þess háttar vöxtur sem við ættum að bera varhug við og spyrja, ok, þetta að vaxa, en í hvaða átt þetta að vaxa? Síðan erum við með eitthvað eins og Carbfix, sem fyrirtæki sem í síðasta mánuði var tilkynnt að hefði unnið 2 verðlaun með samstarfsaðilum í forkeppni Elon Musk í hvernig á að ná kolefnum úr andrúmsloftinu. Og til þess að vinna þessa keppni sem þau eru bara gangur mjög vel í, það þurfa að koma með plan að ná milljarði tonna úr andrúmsloftinu á ákveðnum tíma. Hérna eru virkilega spennandi og raunverulegar áskoranir sem eru að vinna að. Og eigandinn, vitið hver eigandi Carbfix? Boring Orkuveita Reykjavíkur. Ekkert Steve Jobs neitt. Þetta getur vel verið einkafyrirtæki, það allt í lagi, það skiptir ekki öllu máli. Einkarekstur eða opinber, en það skiptir máli að það sé verið að vinna einhverjum raunverulegum vandamálum. Og til þess að slaufa þessu, þá ætla ég að fara aftur í nýsköpunarstefnuna, sem var svona og tvöföld. Annars vegar efnahagslega velgengni og hins vegar úrlausnum á stærstu viðfangsefnum. Og mig langar að spyrja, hvað eftir 5 ár, þegar við búum til nýja stefnu, að það verði ekki þörf á því lengur að tala bæði efnahagslega velgengni og úrlausnum á stærstu viðfangsefnunum? Ekki eitthvað pínlítið rangt það að þetta séu 2 aðskildir hlutir? Ætti ekki skilgreiningin á efnahagslegri velgengni að vera hversu vel tekst okkur að leysa stærstu viðfangsefni okkar? Já, þá svaraði já, eða það finnst mér og henni. En til þess þurfum við að átta okkur á þessum mýtum sem að halda okkur niðri. Takk fyrir þolinmæðina og áheyrnina. En það væri afskaplega skemmtilegt ef ykkur vill spyrja eða leggja orðið belg. Gjörðu svo vel aftur á. Hvernig finnst þér núverandi styrkjastefna sem að birtist í styrkjum frá Rannís, skattívilnun, nýsköpun og annað slíkt? Hvernig finnst þér það styðja við þessa hugsun? Já, sko, ég vinn við nýsköpun og við nýsköpunarfyrirtæki og gert megnið af mínum ævi. Þannig að það að segja eitthvað svona gagnrýnið styrki til nýsköpunar svona jarðsprengjusvæði fyrir mig. Ég vissi ekki hvort ég myndi þora að tala það. Að það gæti komið út að ég vildi ekki styrkja nýsköpun eða eitthvað svoleiðis. En ég myndi allavega segja, ég vissum að Mazzucato, og ég myndi kannski vera pínu sammála ef ég myndi þora því, gerði töluverðlega athugasemdir við það sem við erum að gera. Til dæmis það að það virðist vera mikil áhersla á það að byggja upp framtaksfjármagn hér. Þannig að ríkið umverulega að fjármagna þennan svona part af kerfinu sem framtaksfjárfestingar, sem í rauninni sá partur sem að fleyta rjómanum af þessum grundvallar nýsköpunum. Þannig að kannski myndum við leggja minni áherslu á það, eða við. Annað Mazzucato heldur því fram og færir rök fyrir því að rannsóknir og þróun, það sé ekki hægt að sjá samhengi á milli hversu mikið eytt í rannsóknir og þróun og efnahagslegs vaxtar. Það sem skiptir máli í hvað rannsóknir og þróun að fara. Hann að fara í eitthvað markmiðabundið starf? Rannsóknir og þróun á því hvernig að búa til ópíóða sem að halda fíklum lengur háðum eitthvað sem að ég hugsa að okkar styrkjakerfi myndi sennilega gúttera ef við myndum
matriða á réttan hátt. Þannig að hún myndi ekki sennilega segja, hugmyndin varðandi til dæmis það að gefa skattaafslætti eða bara styrki, sem heitir bara styrkir, í rannsóknir og þróun, hún er svo að elta markaðina. Markaðurinn er einhvern veginn að vita hvað hann er að gera og svo er ríkið svona að ýta með. Hún myndi sennilega segja, nei, við eigum að gera eitthvað sem er meira eins og markaáætlun til samfélagslegra áskorana. Ríkið að segja, þetta er það sem við viljum leysa og búa til stofnanir sem er tilbúnar til þess að fylgja því eftir og þetta ætlum við að styrkja. Grunnrannsóknir sem er ekki að reyna að leysa neitt vandamál, bara skilja alheiminn, eru auðvitað mikilvægur. En ég hugsa að myndi gera margar athugasemdir við okkar styrkjakerfi. Gjörðu svo vel. Þú talaðir að ríki ætti að vera svona meira bold varðandi að stilla fram svona mission, hvert erum við að fara? Mér finnst við nefnilega hér vera upptekin við að setja helst engin mission. Við erum eiginlega bara akkurat að fara í hina áttina og viljum ekki velja eitthvað eitt fram yfir annað, þrátt fyrir við vitum að við erum góð á sérsviðum. Og við höfum séð, ég til dæmis séð Danmörk sem var svona algjörlega sturlað, sko, ég hef eins og verið mitt innan orkubransan, þar sá ég Danmörk á vatnsþingi Norðurlanda koma með setningu sem var, við ætlum að bjarga bara heiminum hvað varðar vatn. Aha. Og sko Danmörk, þau eiga ekki vatn, og ég veit ekki alveg hvernig það ætla að gera það, en þau gæti alveg gert það, ég meina þau eru bara stór vindmyllu þjóð við hliðin á Hollandi, sko, þrátt fyrir að vera ekki, bara ákveða að nota hugvitið, græði þetta. Og sko við erum mjög lítið upptekin að því að setja svona mission sem þjóð. Hvað hefur eitthvað kenningu varðandi bara af hverju erum við þarna? Af hverju stoppum við þegar við komum að sérsviðunum? Af hverju erum við alltaf að reyna að gera allt fyrir alla sem þessi litla þjóð? Risa spurning. Já, ég veit ekki hvort þetta tengist okkur sem Íslandi meira en öðrum, til dæmis Evrópuþjóðum, en þannig ég hef ekki svör við því, en það verður samt sko að gera greinarmun á það sem hún er að segja, sem er þessi mission oriented og þessi svona smart specialization sem var svolítið í Evrópusambandinu að hvert svæði að sérhæfa sig í ákveðnum hlut. Og það er alveg gild hugmynd, en hún vill miklu frekar segja í staðinn fyrir, til dæmis þegar Bandaríkjaher er að reyna að leysa vandamálið með að hermennirnir þeirra eru að fá brunnasár. Þá segja þeir ekki, við ætlum að setja fullt af peningum í fiskróðsráðsrannsóknir eða fullt af peningum í að komast hjá því að þetta gerist. Þeir segja, markmiðið er útgangspunkturinn, ekki sviðið. Þannig að það er, kannski þurfa allir að spesialisera sig, þannig að við séum í sjávarútvegi eða eitthvað svoleiðis, getur verið, en hún vill miklu frekar segja að það sem skiptir svo miklu máli að þessi svið séu að tala saman. Ég held að svarið séu þetta bara, við höfum svona undirgengist þá hugmynd að markaðurinn finni lausnina fyrir okkur. Og að það er að mörgu leyti mjög skiljanlegt að við viljum ekki að stjórnmálamenn sé að vasast í nýsköpun. Ég meina, við viljum ekki að Katrín Jakobsdóttir ætla að taka ákvörðun það hvort við notum 4G eða 3G eða eitthvað svona. Þannig að skiljanlega erum við hrædd, eins og ég segi, sem frumkvöðlar þá viljum við ekki eitthvað sé að stýra okkur. En það er búið að kaupa þá hugmynd einhvern veginn að svona markaðurinn sé svona hið náttúrulega ástand og við eigum að elta hann frekar en að móta hann einhvern veginn. Sem er auðvitað öfugt við það sem gerist eftir seinni heimsstyrjöld. Það er við ákvæðum bara, við ætlum bara að keyra á þennan sjávarútveg. Við ætlum að vera með almennilega togara. Við ætlum að gera strax. Ekki svo vel. Já. Takk fyrir þetta. Þetta var mjög áhugavert. Varðandi svona samfélagslega nýsköpun eða hvað finnst þér þá hugmynd að ríkið eða sveitarfélög kannski búið til einhvers konar áskorunar banka þar sem að það er bara búið að það er kannski búið að gera einhverju grunngreiningu eða rannsóknir á einhverju og svo getur bara hver sem hefur áhuga farið inn í það banka og í rauninni, þetta er áskorun sem við erum að er til og fundið þá komið upp með einhverju lausn.
Hvað finnst þér þá svona hugsjón í rauninni? Það bara mjög góð hugmynd. Þú veist, þetta pínu vandræðilegt því að sko austan mána við erum að vinna í þessu svæði leiðangursbundinnar nýsköpunar. Og það sem að okkar svona sviða sem við erum að vinna í, það að búa til stafræna vettfanga sem að leiða ólík svæði samfélagsins saman sameiginlegar áskoranir. Og Mariana Mazzucato talar sérstaklega það. Þetta má ekki vera bara eitthvað sem einhverjir stjórnmálamenn ákveða á toppnum. Hvaða áskoranir eða hvaða leiðangra við ákveðum að fara í, það verður að vera lýðræðislegt og það verður að vera aðgengi að því, annars gengur það aldrei. Við getum ekki fengið smábátasjómenn til þess að skipta yfir í grænt eldsneyti ef að enginn spurði þá eða eitthvað svoleiðis. Þannig að vera án aðgreiningar, að gefa fólki aðgengi að þessum prósess, að fá fólk með. Og hún talar sérstaklega það að þegar Kennedy ákveður að fara til tunglsins, þá skiptir öllu máli að þessi leiðangrar, þetta sé eitthvað sem að veki fólk til svona inspirera fólk. Það svona saga því þegar Kennedy mætir til NASA og hittir gangavörð og hann að sópa og Kennedy segir hey, okay, what are you doing? Og hann segir hey, Mr. President, I'm helping get a man to the moon. Skiljiði, að fólki finnist að sé með í að gera eitthvað. Þegar að nýsköpunartogararnir komu til lands, það enginn þetta sem man eftir því, þá skilst mér að fólk hafi komið út á Höfn að fagna. Það voru, borðar, þetta þarf að vera spennandi. Fólk þarf að vera með. Annars þetta dauðadæmt. Já, þarna eru náttúrulega, eins og segir, stærstu viðfangsefni komandi áratuga. Það í raun og veru kannski þessi banki sem við ættum að vera að horfa í græna sáttmála ESB náttúrulega búið að skilgreina nokkra farvegi, þetta eru orkumálin og húsbyggingar, farm to fork og alls konar svona missjónir, þannig að það svolítið komin þessi, og þetta regluverk sem við þurfum að undirgangast og þetta þarna, en mér finnst einhvern veginn engin umræða það og mér finnst eins og fyrirtækin átti sig ekki á því hvað gríðarlega tækifæri þetta fyrir íslensk fyrirtæki og ég vinn í utanríkisráðuneytinu og við finnum alveg fyrir því að það fullt af sendiherrum og sendinefndum sem koma hingað og segja við viljum vinna með Íslandi í grænum lausnum. En að svo stöddu finnst mér bara að við höfum ímynd að selja, ekki svo mikið af verkefnum. Það ekkert auðvelt að koma þessu fjármagni inn í græn verkefni. Nei. Og mér finnst kannski farvegurinn vera þarna, við stærstu viðfangsefnin eru komin á kortið en það vantar þessa mission, the call to action sem að þyrfti að fara. Og mér finnst þetta rosalega flott mynd og það alls konar hluti sem væri hægt að setja þarna inn í. Og ég vildi bara óska að þetta hefði meiri hljómgrunn og ég held að það þarf bara að segja fyrirtækjum, það eru fyrirtæki í leikjaframleiðslu og svona sem að vista gögnin sín í skýjum í Írlandi eða einhverstað kólareknum gagnaveru í staðinn fyrir að nota grænu gagnaverin hér. En það enginn að vekja athygli á þessu og það vantar þetta ákall. Þannig að ég mjög hrifin af þessum kenningum eins og það heyrir og ég held við þurfum bara aðeins að kynna okkur þetta betur af því að þarna regluverkið sem við þurfum að vinna eftir og það sem ég verið að gera svolítið undanfarið að skoða við erum alltaf að fylgjast bara með innleiðingunni á EES-samningnum og hvort að við séum að lenda í einhverju svona hagsmunagæslu sem að gæti komið sér illa fyrir okkur en það eru tækifæri þarna fyrir okkur og við þurfum að horfa tækifæris augunum á þessar græna sáttmála. Algjörlega, kannski, þetta ekki einfalt mál, en kannski þetta sem nýtt í Evrópu í Horizon Europe, þessi undir hluti sem missions, sem leiðangrar, sem nýtt hjá Evrópusambandinu, það auðvitað segir Mariana Mazzucato að það ekki næstuði nógu mikið fjármagn fyrir missions. Það verður aldrei náum peningur. En það þetta sem þú ert kannski að tala við ætlum að ná 90% af plastunni sem að fara í umhverfið og helmingnum af því sem þegar komið
fyrir 2025. Ok, hvernig gerum við þetta alvöru? Þetta er ekki það sama að segja að við ætlum að setja 1 milljarða evru í grænar byggingariðnað. Þetta er svolítið eðlis ólíkt. Þetta er það sem að ef við tökum það alvarlega neyðir okkur til þess að vera að spyrja okkur. Okkur að takast þetta? Þú veist, þegar að Kennedy segir innan áratugar ætlum við að koma manni til tunglsins og aftur tilbaka, þá hefði hann setti eitthvað á línuna og stjórnvöld. Þannig að já, þú veist, ég held að mögulega gæti þetta verið einn lykillinn af því eins og þú segir, hvernig getum við gert þetta að alvöru? Ég með aðra spurningu og eiginlega byggja svolítið að þessu sem hún var að segja. Mér finnst þetta mjög áhugavert og mér líður eins og vantir svolítið infrastruktúrin til þess að fyrir fyrirtæki og einstaklinga til þess að geta tekið þátt í þessu sem við varst að tala um. Þú veist, og þannig að spurningin við veistu einhver lönd eða sveitarfélög eða hvað það sem hún sem eru að gera þetta vel, sem eru, þú veist, sem við gætum bara, ok, þú veist, Kanada, þeir eru að gera þetta geggja vel, þú veist, svona kannski ekki alveg nóg vel, við gætum í rauninu bara implementað. Hefur þið eitthvað séð sem er að ná utan þetta vel þannig að aðgengi og upplýsingaflæði sé nógu gott? Nei, sko fyrirmyndirnar sem að Mazzucato kemur með, sem er kannski það erfiða í þessu, það eru Bandaríkin á 7., 7. áratugnum, 8. þar sem þeir eru skítrættir við Sovétríkin og þau hugsaðu við verðum að ná þessu. En það eru samt mjög áhugaverð dæmi. Það eru stofnanir eins og DARPA sem heitir Defense Advanced Research Project eitthvað, man ekki hvað sem eru þannig að þetta er ríkisstofnun, borgar minni laun en er á almenna markaði en allir vilja vinna fyrir þau. Þetta er stofnunin sem bjó til internetið. Þetta er stofnunin sem er að vinna í gervigreind. Og það er ákveðin einkenni á svona stofnunum. Þú veist, þessar opinberu stofnanir eru drifnar áfram af vísindamönnum og frumkvöðlum. Þær hafa ákveðið sjálfstæði gagnvart stjórnvöldum. Þannig að ef að kemur ný stjórnmálamaður sem hefur ekkert svo mikinn áhuga á þessu, það er ekki bara skipt kúrs. Og þær eru mission driven, það þurfa að ná ákveðnum markmiðum og ef að þeir finna þau markmið í þorskroði á Vestfjörðum, ekkert mál. Og þau fá ógeðslega mikið af peningum. Að þetta kostar ógeðslega mikið af peningum og þetta er erfitt. Og vandinn er að við erum með alls konar aðferðir sem að virka ágætlega í daglegri opinberri stjórnsýslu eins og kostnaðar- og ábatagreining. En kostnaðar- og ábatagreining, þegar þú ert að gera einhvers konar grundvallarbreytingu á samfélaginu, hún mun alltaf skila niðurstöðinni það er bara betrasta plástur á þetta. Þannig að það er svona, ok, þú spurður dæmi. Dæmið er tunglferðirnar sem hún tekur. Og það er ákveðið vandamál við þessa umræðu, held ég, er að áskoranirnar sem við erum að glíma við núna, þær er ekki svona verkfræðilegs eðlis eins og tunglferðirnar. Þú veist, ef þú kemur saman ógeðslega kláru fólki, einhverjum nasista sem að vissi rosa mikið flaugar og bara setur fullt af peningin, þá veist, samfélagslega spurningar, okkar eigin sjálfsmynd, okkar eigin þáttöku, þetta eru miklu flóknari spurningar. Og svo ég viðurkenni það, mér finnst Mariana Mazzucato ekki alveg vera búin að útskýra fyrir mér hvernig við getum tekið þessar samfélagslegu vandamál. Það er rosa fræg bók sem er æðisleg sem heitir The Moon and the Ghetto, ég man ekki hvað hann heitir, sem fjallar þetta, hvernig gat verið að Bandaríkin komast til tunglsins en eru ennþá með fullt af gettóum. Þannig að þetta er flókimál og ég er ekki viss að ég myndi segja að hún hafi listað eða að við séum með það skýrt. En mér finnst það svona að beina okkur rétt átt. Hvað er klukkan? Hvað er klukkan? 25 mínútur yfir. Ok, 5 mínútur yfirbót. Ætla að rétta pönd hana. Ef þú værir ráðherra, hvar myndir þú byrja? Sko, ég myndi setja miklu meiri peninga í markaáætlun samfélagslegar áskoranir og ég myndi vera óvinnsælasti maðurinn á Íslandi í nýsköpun og ég myndi
taka það úr skattafrádrætti til rannsóknar og þróunar. Ókeypis peningunum sem að fyrirtæki fá að því þau segjast vera að gera rannsóknar og þróun. Sama hvað þeir eru að gera í rauninni. En ég er pínulítið að smala múti í hár. Og svo myndi ég náttúrulega byrja á ykkur hérna og reyna einhvern veginn að rífa í gang einhverja massastemmingu að leysa málefni. Ég held að þetta ætti að vera okkar Eurovision. Þessi gaurar. Þetta er stórkostlegt það sem er að gera. Frábært, mjög gott. Einmitt. Sem að kannski fara að því að beita sér í svona lausnum eins og það vantar að grípa kólinn niður og pakka mér á. Já. Það gott að segja, en þarna niðurdælingin komin með á. Já. Er þá okkar mission carbon capture? Hvers vegna ekki? Hvers vegna ekki? Ef við erum komið með forskot þar. Já, ég var að mynda. Herði, já, ég held að við sem svona nálgast tímann sem við höfum, afskaplega ánægjulegar umræður og bara takk ykkur fyrir að koma og ég er bara glaður að þetta hefur tekist svona vel. Ég ætla að þakka live viðburðum og Inga fyrir að taka þetta upp og ég geti kíkt á þetta og horta á þetta mörgur sinnum heima ef þið viljið, ef ykkur fannst þetta svona áhugavert. En eins og ég segi, Austan Mána eða East of Moon er félag sem hefur mikinn áhuga á þessu og er að vinna í svona tilraunum á nýsköpunarumhverfinu. Og þannig að þetta var ekki svona alveg bara pjúra fræðilegt, að ég líka kom okkur á framfæri. En mjög bara til í alls konar spjall og samtal og halda áfram þessari umræðu. Hvað er aðsetur? Aðsetur í, ekki hér, en niðri í bæ. Þar sem að, hús sem að Sovjetríkin gáfu sósíalistum, einhvern tímann. Hallveigarstíg 1. Já, skiptir ekki máli. Það er ekkert með máli að gera. Það er bara skemmtilegt. En takk fyrir kærlega, gaman að þessu.